Heildarkostnaður vegna byggingar Kársnesskóla hleypur á 8,4 milljörðum. Bæjarstjórinn segir kostnað vegna tjóns fyrrum verktaka þar innifalinn, en reynt að fá það bætt fyrir dómi. Mikil verðbólga vonbrigði, segir forsætisráðherra. Formaður Eflingar segir verðbólgunni í mótsögn við markmið stöðugleikasamningsins. Rússnesk stjórnvöld hafa samþykkt að gera hlé á árásum á Kív. Þúsundir eru án hita í borginni í nístingskulda. Eftir tæpa klukkustund verður flautað til leiks Íslands og Danmerkur í undanúrslitum á EM í handbolta. Íslendingar allan heim fylgjast með strákonum okkar í kvöld. Komiði sæl, við erum fyrr á ferðinni í kvöld og að sjálfsögðu það vegna leiks Íslands og Danmerkur í undanúrslitum á EM í handbolta sem hefst eftir tæpa klukkustund. En við byrjum hér heima. Markmið ríkisstjórnarinnar að ná niður verðbólgu hefur mistekist eins og staðan núna, segir formaður Eflingar. Forsætisráðherra segir stöðuna óþægilega en að laga þurfi afkomu ríkissjóðs til lengri tíma. 5,2% ársverðbólga með neysluvísitölu Hagstofunnar sem birt var í gær hærri en líklega allir bjuggust við. Þetta of hátt en við höfum verið að fara í rétta átt. Við höfum séð vexti hingað til lækka. Þannig að vissulega þetta vonbrigði. Þegar stóru verkalýðsfélögin og samtök atvinnulífsins skrifuðu undir kjarasamninga í mars 2024 var samningurinn kallaður stöðugleikasamningur og honum ætlað að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtum. Nú augljóslega eitthvað allt annað að gerast. Þetta ástand sem kemur fyrst og fremst niður á verka- og láglaunafólki. Þannig að já, þetta afskaplega slæmt fyrir okkur. Forsendu ákvæði kjarasamninga að verðbólgan verði ekki meira en 4,7% í haust og því mikið í húfi svo allt fari ekki í skrúfuna. Ef að það gerist, þá myndi ég segja og ég tel að félagsfólk Eflingar sé mér sammála í því að kjarabætur ættu að koma til verka- og láglaunafólks en þá ekki til annarra. Breytingar áramótin á kílómetragjöldum og vörugjöldum á bifreiðar voru meðal þess sem jók verðbólgu. Já, það eru þetta að hluta til einskiptis aðgerð þarna inni til að laga afkomu ríkissjóðs. Sólveig Anna segir að ríkisstjórnin hafi sett sér það markmið að ná niður vöxtum og verðbólgu. Og ef við horfum á stöðuna eins og hún núna, þá má segja að í því verkefni hafi þeim í það minnsta mistekist. Í auglýsingu Samfylkingarinnar fyrir síðustu alþingiskosningar notaði formaðurinn sleggju til að berja niður verðbólgu. Þetta nú var alla birtingarmynd sleggjunar? Já, eins og ég segi, árangur ekki bein lína. Þetta auðvitað vonbrigði. Það vilja allir sjá þetta fara lengra niður. En tímabundna lækkanir vegna sem að treysti sér ekki til þess að laga til að mynda afkomuna til lengri tíma ekki að fara að hjálpa þjóðinni og hinum almenna Íslendingi. Þannig að sleggjan felst líka í því að taka stóra ákvarðanir þegar kemur að því að bæta afkomu ríkissjóðs. Þetta óþægilegt núna. Já, við viljum sjá þetta fara lægra en við erum að hafa stjórn á því sem við þó getum haft stjórn á og það að koma afkomuna á réttan stað hjá ríkinu. Kostnaður við barnaskóla Kársnes hefur farið nærri 2 milljarða fram úr áætlun, en Kópavogsbær reynir að fá tjón vegna galla á framkvæmdinni bætt. Uppbygging nýs barnaskóla Kársnes hefur verið þrautaganga. Skólinn svansvottaður leik- og grunnskóli 6.000 fermetrar úr timbureiningum. Fyrir 9 árum var ákveðið að rýma gamla skólahús Kársnesskóla við Skólagerði eftir að rakaskemmdir og mygla fundust. Rúmlega ári síðar hófst niðurrif á húsinu og boðin út hönnun á nýju húsnæði á sömu lóð. Árið 2021 var tilboði ítalska fyrirtækisins Risani de Etcher upp á 3,2 milljarða tekið. Upphafleg verklok áttu að vera vorið 2023. Það var hins vegar í maí það ár sem Kópavogsbær rifti samningnum við ítalska verktakan vegna galla. Raki fannst í útveggjaeiningum og mygla í timbri innandyra svo eitthvað sé nefnt. Riftunin fór fyrir gerðardóm en dómurinn staðfesti að hún hefði verið lögleg og þá var verkið hálfnað. Kópavogsbær segir í dómnum að það hafi tekið 6 til 7 mánuði að endurskipuleggja framkvæmdina, endurgera og bæta úr göllum. Nú hefur Kópavogsbær stemt móðurfélagi ítalska verktakans og niðurstöðu beðið. Hvað eru það að biðja miklar bætur frá þessu ítalska félagi? Krafan sem slík hefur ekki komið fram. Við erum enn bara að taka saman það tjón sem varð. Auðvitað það þannig að því fylgir kostnaður að grípa til þessa ráðstafana og þetta var ekki auðveld ákvörðun.
Það eru fá ef einhver fordæmi þess efnis að opinber aðili grípi til riftunar og sérstaklega af svona stóru verkefni eins og við vorum að horfa upp á. Í gær var kostnaður vegna skólans tekin fyrir á bæjarráðsfundi. Þar voru lögð fram gögn sem sýna að heildar raunkostnaður með verðbótum sé rúmlega 8,4 milljarðar frá janúar 2019 til verkloka. Það inn í því er sá kostnaður sem við urðum fyrir vegna vanefnda verktakans. Og ástæðan fyrir því að riftunin var til dæmis dæmd lögleg var vegna þess að þessar vanefndir voru mjög alvarlegar og við urðum að grípa til þessara ráðstafana til að lágmarka tjónið. Heildarkostnaður mun ekki liggja fyrir en að við fáum úr því skorið hversu mikið tjón við fáum bætt og það dómsmál er bara nú í gangi. Áætlaður heildarkostnaður miðað við kostnaðaráætlun frá 2020 var rúmir 4,7 milljarðar. Á núvirði eru það það bil 6,5. Kostnaður við verkið hefur því farið tæplega 2 milljarða fram úr áætlun. Er ásættanlegt að skólinn hafi farið svona fram úr áætlun? Það er ekki, má ekki segja að það liggi ábyrgðin hjá okkur, heldur sáum við það svona fljótlega í ferlinu að ítalski verktakinn var ekki að uppfylla okkar gæðakröfur og þess vegna fórum við að undirbúa það að við myndum grípa til þessara ráðstafana. Út í heim, stjórnvöld í Rússlandi hafa samþykkt að hætta árásum á orkuinnviði í Kív þar til á sunnudag að beiðni Bandaríkjaforseta. Rússland gerir þó enn árásir og önnur skotmörk. Hátt í 400 blokkir í Kív, höfuðborg Úkraínu, eru án rafmagns eftir harðar árásir Rússlandshers á orkuinnviði að undanförnu. Þetta er því veruleiki margra borgarbúa. Að búa í íbúð án hita og þurfa að skreppa í neyðarskýli í hverfinu til að hlýja sér. Það er ískalt í borginni og helgina spáir alltaf 30 stiga frosti. Там с переривом, так важко. Вода є. Живу там, де газ. Світла більше немає, ніж є. Маленька дитина, з нею треба грітися, щоб тепло було. Прання постійно купа. Ось після обстрілів вже води довго немає. То важко. Але нічого, ми вже звикли. Vegna kuldans bað Trump Putin að láta Rússland hætta árásum á orkuinnviði Kív og fleiri bæja næstu daga. Talsmaður Pútins staðfesti við fjölmiðla í dag að þetta hefði verið samþykkt fram á sunnudag. Zelenski staðfesti í færslu á Telegram í dag að Rússland hefði ekki gert neinar árásir á orkuinnviði í nótt. Það hefði þó verið árásir síðdegis í gær. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці і сподіваємось, що Америці вдасться це. Stemt á að sendinefndir Bandaríkjanna, Úkraínu og Rússlands haldi viðræðum stríðslok áfram á sunnudag í Abu Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þrátt fyrir hlé á árásum á orkuinnviði hefur Rússland haldið öðrum árásum áfram, til dæmis á heimili í Kherson í suðurhluta Úkraínu. Spennan fyrir leik Íslands og Danmerkur á EM í handbolta í herning nú sennilega í hámarki, en það verður flautað til leiks eftir einungis rúmar 50 mínútur. Þetta er fyrsti undanúrslitaleikur Íslands í 16 ár og margir verða límdir við skjáinn. Var verið að versla fyrir leikinn? Jú, passar. Hvað ertu að versla? Herðu, blandi poka, snakk og súkkulaði fyrir konuna. Við ætlum að kaupa pítsu og svo er þetta bara einhverja ávextir og eitthvað nammi líka. Það verður að gera vel við sig. Er spenningur á heimilinu? Já, mikill. Með 10 ára stelpu sem æfir handbolta, þannig að þú veist, þetta er alveg akkurat slæri í gegn. Er verið að byrgja sig upp fyrir kvöldið? Já, það verður að því. Og hundi fagna sigri Íslands í kvöld. Var verið að versla eitthvað fyrir leikinn í kvöld? Nei, eiginlega ekki. Ég tek það bara rólega og annars verði ég svo æst þegar ég er að horfa á þetta. Ég gæti ekkert borða það, sko. Ég er mjög spenntur, sko. Ég er svo spenntur að stundum bara treysti ég mér varla til þess að horfa á svona leik. Þið eru komnar í bólinn? Já. Yes. Og hvað ætlið að horfa? Bara heima. Já, bara heima. Pítsu og bara kósí. Hvernig fer nú leikurinn? Jafntefli. 28-28. Ég er ekki svona gísk, en ég vona að við vinnum 30-28. Það verður gaman.
Við vinnum þetta með einu marki. Alveg viss? Já, já. Erum við ekki að vera viss það? Góða skemmtun. Takk fyrir það, sömuleiðis. Heyrðu, eigum við ekki bara að vinna þetta? Við bara kýlum á það. Ekki spurning. Nú velgengni strákan okkar í handboltanum hefur áhrif víða og Borgarleikhúsið fer ekki varhluta af því. Þar verður gamanleikritið ekki hugmynd frumsýnt í kvöld, en leikhúsgestir fá samt sem áður eitthvað að fylgjast með leiknum. Já, ekki satt, Sigrún Þuríður, fréttamaður sem ert í Borgarleikhúsinu. Jú, þetta er ekki ráðalaus hérna í Borgarleikhúsinu og ætla að fresta frumsýningu á gamanleiknum, ekki hugmynd heilt korter svo að fólk geti horta á landsleikinn eða að minnstakosti fyrir hálfleik. Egill, kom ekkert til annað en að fresta bara sýningunni? Nei, við erum náttúrulega leikhús, þannig að það verður að horfa á handknattleik og horfa á leikhús og þetta var ekki hægt öðruvísi og sjá að stemningin er að byggja sig upp hérna, þannig að þetta bara passaði flott, þannig að við færum sýningarnar okkar allar í kvöld, það er fullt á öllum sviðum, það er verið að leika Moulin Rouge og Niflungarhringinn og svo þessi frábæra frumsýning í kvöld, þannig að öllu seinkuðum korter, þannig að þegar þeir taka leikhlé, þá hefjum við okkar sýningar og þegar við komum út í leikhlé, þá eru komna niðurstöður í allan leikinn, þannig að þetta er svona win-win fyrir alla. Vigdís, geturðu sagt mér aðeins frá þessari sýningu? Jú, þetta er gamansýning ungt fólk sem er svona að feta sín fullorðin skref í lífinu og þær áskoranir sem því fylgja og svo framvegis. Þessir eru með í sýningunni, allir í mjög góðum gír eins og þið sjáið. Rosalega gott samstarf í Keflavíkurleikhúsi, rosalega gaman fyrir Borgarleikhúsi að hafa svona gott og duglegt fólk hérna. Nákvæmlega, og ég fæ að vera ný í þessari Gaflarajöfnu núna sem er virkilega skemmtilegt. Hafið ekkert áhyggjur af því að fólk fara eitthvað að gæjast í símana meðan á sýningu stendur? Jú, ég hef það en ég mun bara sýna skilning og fólk gerir bara það sem það þarf að gera. Já, við verðum bara, við ætlum að biðja áhorfendur náttúrulega ekki að vera mikið í símanum endilega, en ég veit að leikararnir allar reyna að lauma inn stöðu leiksins í seinni hálfleik, inn í sýningarnar. Í samtalinu. Já. Það verður skemmtileg ný áskorun. Takk fyrir þetta og við óskum þeim góðs gengis hér í Borgarleikhúsinu, en Íslendingar eru ekki bara að horfa á leikinn hér heima, þeir eru út allan heim. Við erum hérna nokkrir Íslendingar sem eru búsett í Lundi í Svíþjóð og við ætlum að horfa á leikinn. Þið voru geggjuð. Við höfum getað farið á leikina sem hafa verið í Malmö og Kristianstað en núna ætlum við bara að horfa hérna heima, hafa alvöru partí. Við erum búin að kaupa snakk og við erum búin að kaupa nammi, börnin fá að vaka og við segjum bara Áfram Ísland! Við erum í Brooklyn, New York og leiðin að bara horfa á leikinn í ískulda -12 gráðum. Já, leikurinn byrjar klukkan 2:30 á staðartíma og við erum að horfa á frægan bar sem borgarstjórinn í New York er reglulegur gestur. Það verður mikið stemming, góður hópur Íslendinga og við getum ekki beðið eftir að sjá Ísland vinna Danmörku. Áfram Ísland! Áfram Ísland! Hérna kemur einn kveðja frá Vínaborg. Þrátt fyrir að geta ekki verið með ykkur í höllinni, í stemningunni í kvöld, þá hlakka ég mikið til að setjast upp í sófa og fylgjast með, horfa á leikinn. Þið farið ekki bara inn á völlinn sem lið, heldur er heil þjóð, íslenska þjóðin að fylgjast með ykkur. Gangi ykkur vel, njótið, skemmtið ykkur, áfram Ísland. Við erum stödd hérna 5 Íslendingar í ABC-skólanum í Burkina Faso, í borginni Dioulasso, Bobo Dioulasso. Hér koma 1300 börn til náms, leiks og starfa. Hér er alltaf mikið fjör, mikil gleði í gangi og hún verður ekki minni í kvöld þegar að leikurinn við Dani verður og við erum nánast viss hvernig hann fer. Við verðum með gervihnöttin í gangi og horfum alla leið til enda. Kveðja hér frá okkur á Fjóni í Danmörku, leikdagur og það er bara rosaleg stemning, allir sjúklega spenntir og leið svolítið stressaðir en fyrir 20 árum þá höfðum ég og maðurinn minn sem er danskur ekki geta verið í stofu saman þegar var verið að spila leik og sá sem tapaði mátti eiga það til að kannski að vera í fílu nokkra daga eða svo. Það er búið. Við bara hlökkum sjúklega mikið til og vonum að
það bara gangi rosa vel í kvöld og förum bara alla leið. Áfram Ísland! Stemning allan heim, en nú ætlar Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur að fara yfir horfurnar næstu daga. Komið sæl, það búið að vera norðaustlægar og austlægar áttir í dag, frekar hægar heilt yfir og búið að vera skúrir eða él svona stöku stað sunnan og austan til. Við sjáum hér, það eru lagðir suður á okkur sem stjórna veðrinu. Við haldum þessum austlæga áttum hjá okkur, ekki mikla breytingar til morguns, þar helst að þrýstilínu þéttast og bætir í vindinn syðst annað kvöld. Á hitasviðinu þá svona heldur að kólna frá því sem hefur verið. Það hefur verið yfir meðaltali núna síðustu daga, það sem að er janúar nánast, en í nótt þá var í fyrsta sinn í 2 vikur sem mældist frost á Reykjavíkurstöðinni. En til morguns þá svona aðeins að kólna hjá okkur og við sjáum hér í fyrramálið þá undir frostmarki hér fyrir norðan og sunnan hefða það svona smávegis skúrir, jafnvel skúrir eða él, jafnvel á suðvesturhorninu, seinnipartin léttir til þar, smá skúrir él með suður og norðurströndinni, annars frekar skaplegt veður. En á sunnudaginn þá sem sagt búið að bæta í vindin, það strekkingur aðfornað sunnudags og framan á sunnudagi allra syðst, annars frekar hægur vindur, áframhaldandi væta hér sunnan og austan til og síðan á mánudaginn þá heldur þessi austlæga átt áfram og við sjáum hér búið að draga úr úrkomunni, mildast heldur hjá okkur veðrið, hitatölurnar sjáum svona frá frostmarki fyrir norðan og upp í 6-7 stig allra syðst. Eftir helgi þá ekki mikla breytingar, við erum að horfa á austlægar áttir og smá vætu hér sunnan og austan til en bætir aðeins í vindinn á þriðjudaginn. En hjá okkur á morgun þá sjáum við þessi austlægar áttir bætir í vindinn allra syðst annað kvöld og smá skúrir að él með suður og norðurströndinni. Við segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl. Og það var helst í þessum fréttatíma að heildarkostnaður vegna byggingar Kársnesskóla hleypur á 8,4 milljörðum. Bæjarstjórinn segir kostnað vegna tjóns fyrrum verktaka þar innifalinn en reyndir að fá það bætt fyrir dómi. Mikil verðbólga vonbrigði, segir forsætisráðherra. Formaður Eflingar segir verðbólguna í mótsögn við markmið stöðugleikasamningsins. Rússnesk stjórnvöld hafa samþykkt að gera hlé á árásunum á Kív. Þúsundir eru án hita í borginni í nístingskulda. Og nú styttist í leik Íslands og Danmerkur í undanúrslitum á EM í handbolta í Herning. Þessum fréttatíma alveg að ljúka. Nú heldur stofan áfram og svo það stóra stundin leikur Íslands og Danmerkur. Það því ekkert annað eftir en að senda strákonum okkar góðar baráttukveðjur og óska ykkur góðrar handboltahelgar. Við segjum því áfram Ísland, verið sæl.